Góðan daginn, góðan daginn, góðan daginn, góðan daginn. Það er sunnudagur hjá mér. Hugsanlega þá sunnudagskvöld eða mánudagur ef þú ert að horfa á þetta. Skiptir nú ekki miklu máli. En byrjum þennan yndislega sunnudag á því að fara á Sorpu. Eða meira svona að bíða í röð eftir því að fá að henda drasli í Sorpu. Nú er ég bara með pappa. Ég er með einn spegil sem krakkarnir bruddu og einn poka í Rauða krossinn. Sjáum hvort það er rukkið mig fyrir það. Ég trúi því ekki, en það er margt skrítið sem maður lendir í hérna á Sorpu. En byrjum daginn, þetta er góður dagur í dag, ég þarf að fara í ekki á eftir en á ég meira af dóti, púsla meira saman. Og stefnum að því hvort að við náum að gera það sem Annitu langar að gera. Það kemur í ljós, fara í Bíkó, keyptum klósettkassa, fengum að reynda rifin. Ekki spennandi, en gaurinn virkaði eins og hann nennti ekki lífinu sem afhendi okkur þetta. En strákurinn sem afgreiddi okkur í Bíkó búðinni í Kópavogi, hann fucking snillingur, ógeðslega gaman á hann. Já, við erum búin að kaupa vaskinn, blöndunartæki, klósettpokinn kominn, klósettkassinn, þannig að allt komið, allt tilbúið, bæði, það er ekki alveg tilbúið allt með varandi rafmagnið. Ég og Anita, ef við gefum okkur tíma á morgun þá þurfum við að kaupa eldavél, eldavél og já, ég held að það sé. Leið og við erum búin að kaupa það, þá pressum við á rafvirkjan. Núna er allt pípulagningadóti komið, þannig að við erum núna að fara að pressa á píparann. Já, þetta lúkar og ég er ánægður með þetta og ég er peppaður í þetta. Ég er mjög peppaður í þetta. Ég ætla bara að byrja á þessu fataskápinu. Því að leið og ég er búin að henda fataskápnum upp, þá ætlum við að henda fötunum okkar yfir. Aðra fötin sem við erum ekki mikið að nota, skilur við. Getum við bara að fara að koma okkur almennilega þetta fyrir. Hvað er þetta að gera eitthvað? Bara að segja mér hvort að ég sé að hýta. Já, góður sko. Alveg í fínu lagi. Fínu lagi sko? Já. Herðu, ég og Anita við erum búin að vera fáránlega dugleg. Anita er að svæfa krakkana, ég er að brasa, ég er að klára að setja þetta saman. Ég get bara ekki fest eiguna sem kemur hérna út fyrir að það er búið að græja þarna það sem þarf að græja. Annars er ég byrjaður að setja hillu, skúfurnar í eitthvað svona brasa. Anita er búin að vera asnalega dugleg. Ég er svo stoltur af henni. Fataskápurinn. Hann er allur að koma til.
allir að koma saman. Anita er eiginlega bara búin að gera þetta alveg 100%. Ok, hún er svona 80% búin að gera þetta sjálf. Mér finnst það geðveikt og ég er ógeðslega og ég er ótrúlega stoltur af henni. Og skrítið að sjá fataskáp. Mér finnst þetta rosa skrítið. En þetta er cool. En já. Ég finn það að ég er orðinn þreyttur, ég er farin að gera svona klaufamistök. En við bara höfum ekki tíma í að slóra. Það er mjög mikið sem þarf að gerast á morgun. Ég veit ekki hvernig upptökudagur verður á morgun. Ef það kemur ekki upp þá verði ég bara fyrirgefa mig það. Já, það er svona, en það reddast. Ef allir hjálpast að og allt gengur upp, þá reddast þetta. En á morgun til dæmis þarf ég að ganga frá veggjónum minna barbyggi. Klósettið er komið. Þetta er spegillinn sem er fyrir barbyggi. Þetta er vaskurinn og einhver innrétting. Og svo erum við meira á einhverju dóti. Þannig að þetta var langur dagur á morgun, það var erfiður dagur á morgun. En hann verður geggjaður. Því að þegar dagurinn á morgun er búinn, vonandi verður það góð tilfinning. Vonandi, það verður bara að vera þannig. Þannig að ég er að pæla í að enda þetta núna. Ég er bara orðinn þreyttur í bakinu og tæpur og ég frekar að vera ferskur, hresslegur og kátur á morgun. Þannig að ég ætla að enda þetta núna. Bara takk aðeinslega fyrir áhorfum, Mundi, þú ert frábær, þú getur gert allt sem þú vilt. Njótu lífsins, sjáumst á morgun. Vonandi. Ég ætla ekki að lofa vídeobloggi, en ef það kemur og þá er það bara geðvægt. Þannig að, já, ég ætla að enda þetta núna. Mundi, þú ert frábær. Þú getur gert allt sem þú vilt. Njótu lífsins, sjáumst á morgun. Takk fyrir mig. Bye bye.